Góðan daginn og velkomin í Hvítasunnu í Keflavík og þið sem eru heima velkomin. Við ætlum að eiga góða stund saman, við ætlum að lofa Guð og endilega takið þátt með okkur. Amen. Ég veit ekki til hvers þú komst, en ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst, en ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst, ég kom til að lofa Guð, lofa Guð, lofa Guð, lofa Guð. Ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst, ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst, ég kom til að lofa Guð, lofa Guð, lofa Guð, lofa Guð. Þetta litla ljósið mitt, það skal lýsa skært. Þetta litla ljósið mitt, það skal lýsa skært. Þetta litla ljósið mitt, það skal lýsa skært, lýsa skært, lýsa skært, lýsa skært. Yfir allan Reykjanesbæ, það skal lýsa skært. Yfir allan Reykjanesbæ, það skal lýsa skært. Yfir allan Reykjanesbæ, það skal lýsa skært, lýsa skært, lýsa skært, lýsa skært. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig? Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig? Hann tók mig, snart mig, sneri öllu við, hann setti marga engla mér við hlið. Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig? Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig? Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig? Hann tók mig, snart mig, sneri öllu við, hann setti marga engla mér við hlið. Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig? Ég veit ekki til hvers þú komst, ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst, ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst, ég kom til að lofa Guð, lofa Guð, lofa Guð, lofa Guð. Yfir allan Reykjanesbæ, það skal lýsa skært. Yfir allan Reykjanesbæ, það skal lýsa skært. Yfir allan Reykjanesbæ, það skal lýsa skært, lýsa skært, lýsa skært, lýsa skært. Amen. Svo sannarlega mun ljós Jesú lýsa skært, og þetta ákveðin yfirlýsing. Yfir allan Reykjanesbæ, það skal lýsa skært.
að megi Jesús drottinn lýsa skært yfir bæinn okkar. Amen. Amen. Takk Jesus. Halleluja. Amen. Mér langar að lesa fyrir ykkur Jeremía 29:11. Því ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fara að biðja til mín og ég mun bæn heyra yður og þér munu leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta. Amen. Þetta eru fyrirheit sem Guð hefur gefið okkur, að lífið okkar, hann muni vera með okkur og að hann muni blessa okkur og það eru góð fyrirheit. Og þú sem ert að hlusta í dag, gefðu þessu séns. Þú tapar ekki á því. Guð með áætlun fyrir þig til heilla en ekki til óhamingju, að veita þér vonaríka framtíð. Og þetta fyrir okkur öll, ekki bara fyrir mig, ekki bara fyrir okkur sem hér í dag, heldur þetta fyrir þig sem ert að hlusta. Og við skulum blessa þessa stund og við skulum biðja saman og gefa okkur smá tíma að leggja bara daginn í Guðs hendur. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir daginn í dag. Ég þakka þér fyrir að blessa eitt og sérhvert okkar. Og ég bið að blessa þá sem að hlusta, heilagi Faðir. Ég bið að mæta drottinn og ég bið drottinn minn að þú megi veita þeim vonaríka framtíð. Að þú megi veita þeim sem að hjarta þeirra þráir, drottinn minn. Og ég biði Jesús munum að blessa okkur eitt og sérhvert hér. Og nú biði fyrir Joe okkar drottinn sem veikur á COVID, Jesús. Ég biði heilagi Faðir að lækna hann. Ég biði Jesús að gera hann alheilbriðan og ég biði Jesús minn að engin eftirköst megi vera af veirunni, Jesús minn. Gerir hann sterkan og alveg nákvæmlega eins og hann var áður og jafnvel betri, drottinn. Ég biði Jesús fyrir Ester, ég biði að gefa henni styrk áfram, drottinn, og bara kraft, Jesús, og ég biði drottinn minn að blessa þau, heilagi Faðir, og vernda þau og varðveita þau frá öllum slysum og hættum, drottinn minn. Og ég biði fyrir Reykjanesbæ, ég biði fyrir bænum okkar, ég biði fyrir þeim sem að stýra bænum okkar, heilagi Faðir, ég biði að gefa þeim visku og vísdóm, að taka réttar ákvarðanir sem til heilla en ekki til óhamingju fyrir bæin okkar. Og ég biði Jesús minn að blessa þessa stund áframhaldandi, að nærvera þín megi vera hér yfir og mæta sér hverju einum, drottinn, í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Og núna þá dagskrá vikunar. Á þriðjudaginn bænastund klukkan 5 og föstudaginn lofgjörð og bæn og á laugardagskvöldir unglingasamkoma klukkan 8. Amen. Við ætlum að halda áfram að lofa Guð og taktu endilega þátt með okkur. Textin kemur hérna upp og það ekkert betra en að hækka þessi og syngja heim í stofu. Amen. Lyftum höfnum Lítum konungi, lútum honum, syngjum honum söng. Honum heiður ber, lofgjörð okkar sé.
staldra við og eiga stund við fætur konungsins. Halleluja, Jesus. Halleluja. Amen. Beautiful name. Fallegasta nafnið sem við getum sungið You were the word at that beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now relieved in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without you, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. That name of Jesus. What a wonderful name it is. That name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. That name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. That name of Jesus. Synge mensen. Death could not hold you. Tog mensen. Death could not hold you. The world tore before you. Your silent boast of sin and grave.
the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. That name of Jesus. What a powerful name it is. That name of Jesus. What a powerful name it is. That name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. What a powerful name it is. What a powerful name it is. That name of Jesus. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. That name of Jesus. Hallelujah. Ó Jesus. Takk fyrir kraftið þinn í orði þínu, Drottinn. Takk fyrir það, Drottinn, að þú ert fallegasta nafnið. Þú ert með kraftinn, Drottinn. Halleluja. Ég þakka þér, Drottinn, fyrir það að þú ert hér til að mæta okkur, Drottinn. Þú ert hér til að vera með okkur í lofgjörðinni, heilagi Faðir. Halleluja. Heilagur, heilagur. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Jesus. Jesus var kvalinn á krossi, braust þar að þjást fyrir mig. Hann sem var sig allra saka, sekt mína tók hann á sig. Gröfin tóm, Jesus lifir nú í mætti og í dýr, eilíf, dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesus lifir nú í mætti og í dýr, eilíf, dauðans vald nú sigraði. Dag þann var sigurinn unninn, dauða þar sigraði lið. Gröfin tóm, Jesus lifir, lausnarinn eilífi er. Gröfin tóm, Jesus lifir nú í mætti og í dýr, eilíf, dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesus lifir nú í mætti og í dýr, eilíf, dauðans vald nú sigraði. Sem dó upprisinn, Drottinum
Jesús lifir nú í mætti og í dýr eilífð. Dauðans vald nú sigraði, gröfin tóm. Jesús lifir nú í mætti og í dýr eilífð. Dauðans vald nú sigraði, gröfin tóm. Jesús lifir nú í mætti og í dýr eilífð. Dauðans vald nú sigraði, gröfin tóm. Jesús lifir nú í mætti og í dýr eilífð. Dauðans vald nú sigraði, gröfin tóm. Jesús lifir nú í mætti og í dýr eilífð. Dauðans vald nú sigraði. Jesús, halleluja. Takk fyrir uppreisn þína, Drottinn. Takk fyrir Jesús að þú komst til okkar, Drottinn. Dóst fyrir okkar syndir, heilagi Faðir. Þú lifir í dag, Drottinn. Halleluja. Halleluja. Ó, Jesús. Halleluja. Tökum síðasta versið aftur. Sjá, hann sem dó upprisinn. Drottinn eilífð hann myrkursins vald nú brotið. Andi Guðs lifir í mér. Amen. Sjá, hann sem dó upprisinn. Drottinn eilífð hann myrkursins vald nú brotið. Andi Guðs lifir í mér. Gröfin tóm. Jesús lifir nú í mætti og í dýr eilífð. Dauðans vald nú sigraði, gröfin tóm. Jesús lifir nú í mætti og í dýr eilífð. Dauðans vald nú sigraði, gröfin tóm. Jesús lifir nú í mætti og í dýr eilífð. Dauðans vald nú sigraði, gröfin tóm. Jesús lifir nú í mætti og í dýr eilífð. Dauðans vald nú sigraði, gröfin tóm. Jesús lifir nú í mætti og í dýr eilífð. Dauðans vald nú sigraði.
beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Oh Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Nothing I desire compares with you, my Lord. Nothing I desire compares with you. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, you beautiful. Your name it and when you rise are on this Your grace abounds towards me. Oh Lord, you beautiful. Your face is all I see, and when your eyes are on this child, Your grace abounds towards me. Halleluja. Drottinn, þú ert yndislegur. Halleluja. More precious than silver and beautiful. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah.
Getið gjörðu svo vel. Halló. Góðan daginn aftur og velkomin. Gott að sjá ykkur. Og líka gott að sjá ykkur sem ég sé ekki. Ef það var einhvern tímann þörf fyrir læknandi hendur, þá það í dag. Það er talað að hann fór höndum hann og hann var allur annar á eftir. En orðið sem kom upp í huga minn fyrir þessa samkomu úr Markúsar Guðspjalli og það hljómar svona: þeir skulu leggja hendur yfir sjúka og þeir munu verða heilir. Og ef það var einhvern tímann þörf, segi ég, þá það í dag, bæði fyrir anda, sál og líkama. Sumir segja kannski, en af hverju sjáum við þetta ekki gerast? Jesús hann sagði líka í Markúsar Guðspjalli 11, 24. eða öðru versi, hann sagði: trúið á Guð. Trúið á Guð. Og það ekki endilega allir sem eru tilbúnir að trúa á Guð í dag. Biblían segir að sá sem kemur fram fyrir Guð, hann þarf fyrst að trúa því að hann sé til. Hann þarf líka að trúa því að hann umbunið þeim hans leita. Þriðja versið sem ég vil hafa sem yfirskrift í dag úr Orðskviðunum, 4. kafla, og þar segir: son minn. Og margir feður hafa örugglega sagt þetta einhvern tímann: son minn, gef gaum að ræðu minni. Og ég man að afadrengurinn minn, hann sagði: hvað þýðir að gefa gaum? Það þýðir einfaldlega: drengurinn minn, hlustaðu á mig núna, taktu eftir því sem ég að segja. En það ekki allir sem skilja svona mál. Son minn, gef gaum að ræðu minni, hneig eyra þitt að orðum mínum. Lát þau ekki eigi víkja frá augum þínum, varveit þau innst í hjarta þínu, því að þau eru líf, þeirra öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra. Og mig langar að miðla með ykkur bara nokkrum sögum Jesúm Krist þegar að hann var að leggja hendur yfir sjúka eða lækna sjúka. Og við skulum skoða í Mattheusar Guðspjalli, 4. kaflanum og frá 23. versinu. Og það svo merkilegt með það að sumt trúað fólk, að það segir að lækning ekki fyrir okkur í dag, en samt þegar þú les Guðspjöllin, að þá sennilega 90% af þjónustu Jesú, það snýst að lækna fólk. Svo segir Biblían að Jesús hinn sami í gær og í dag, og Biblían segir að eins og Faðirinn sendi mig, eins sendi ég yður. Eigum við þá ekki að leggja hendur yfir sjúka og lækna þá eins og Jesús gerði? Skoðum aðeins í 23. versinu frá Mattheusar Guðspjalli, 4. kafla. Hann fór nú Galileu, kenndi í samkundum þeirra, predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi meðal liðsins. Það var nefnilega einu sinni þannig að áður en að bölvunin kom inn í þennan heim, þá voru engir sjúkdómar.
Það var engin kvöl, engin neyð. Það var bara friður og nærvera Guðs yfir þeir fólki sem Guð hafði skapað. Svo kemur syndin og bölvunin inn í heiminn og nú kemur Jesús Kristur og hann segir að Guðs ríki sé komið aftur, þar sem engin sjúkdómar eru, þar sem engin kvöl og hann byrjar að miðla þessu til fólksins og leggja hendur yfir sjúka og viti menn að sjúkir læknuðust og viti menn þar sem meira að sjúkir geta læknast enn þann dag í dag. Amen. Og ég trúi því að það eitthvað sem Guð, hann þráir að lækna, hann þráir að umvefja, hann þráir að græða þá sem eru sjúkir bæði á anda, sál og líkama. Svo segir, orðstír hans barst allt Sýrland. Menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum, kvölum, voru haldnir illum öndum, tungsjúka menn og lama. Og þegar ég las þetta þá, orðstír hans barst bara allt Sýrland. Sýrland fyrir norðan Ísrael og ég meina, það var ekkert Twitter og það var ekkert YouTube og engin Facebook og hvernig í ósköpunum? Jú, þetta sem var að gerast, það var svo stórfenglegt að það bara barst frá manni til manns. Og fólk frétti af því að það var eitthvað að gerast. Og ég hef svo oft hugsað það að ef þetta byrjar að gerast á meðal okkar, þá þurfum við ekki lengur Facebook, YouTube eða hvað það það vilja allir koma og fá græðslu meina sinna. Og þess vegna það að Drottinn, ég trúi því að Guðs hugsjón að eiga kirkju þar sem að hendur eru lagðar yfir sjúka, þar sem fólk getur fengið lækningu, þar sem að prestarnir í þeirri kirkju að þeir í raun og veru þjóna í nafni Drottins, þeir geta sótt það sem Guð hefur og gefið fólkinu. Það snýst prestlega þjónustan að gefa fólkinu Guðs brauð. Og það segir hérna, orðstír hans barst allt Sýrland, menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum, kvölum, við höfum ennþá fólk sem kvalið á meðal okkar. Það ennþá fólk sem bara í líkamlegum kvölum, sálarlegum kvölum. En Jesús, hann læknaði þá. Sumir að segja mér að Guð vilji kenna okkur eitthvað með því að láta okkur kveljast, en Biblían segir allt annað. Biblían segir að hann bar mein vor, hann bar sjúkdóma vora. Og hann læknaði þá, mikill mannfjöldi fylgdi honum. Sjáðu, hérna þurfti fólk ekki lengur að fara í trúboð, fólki bara fylgdi honum, hópaðist að honum. Og ég trúi því þeir munu leggja hendur yfir sjúka að þegar við þurfum að gera þetta að þá fer hitt að fylgja. Við þurfum ekki að auglýsa, fólkið kemur. Og þetta þjónusta Jesú Krist. Og þá kemur það að ef við viljum fá þessa þjónustu þá þurfum við að greiða gjaldið fyrir hana. Jesús greiddi gjaldið, árla morgna, síðla kvölds var hann á tali við föðurinn. Hann var á tali við föðurinn og hann sagði, ég ger ekkert nema það sem ég sé föðurinn gjöra. Og spurningin það, erum við tilbúin að fara þessa leið sem Jesús fór og veri í þessu stöðuga sambandi við föðurinn? Þá munum við leggja hendur yfir sjúka og þeir munu verða heilir. Við skulum skoða hérna nokkur vers í viðbót. Það í Matteus 9:35. Það sama sem að gerast þar. Jesús fór nú allar borgir, þorp, kenndi samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindi ríkið, læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. En hann sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstum þá, því að þeir voru hrjáðir. Og spurningin höfum við þetta hjarta sem Jesús hafði, að við kennum í brjósti fólkið, að við höfum meðaumkun með fólkinu, eða viljum við bara leggja hendur yfir sjúka? Nei, Jesús, hann lagði hendur yfir sjúka af því að hann hafði meðaumkun, hann kenndi í brjóstum fólkið, það var þessi kærleikur og þessi kærleikur ennþá í hjarta Guðs í dag. Hann þráir að taka utan fólk og hann þráir að
þeir sem eru umkomulausir, sauðir sem eru eins og sauðir sem engan hirði hafa, að Jesús þráir að taka utan þetta fólk. Nú, það önnur ritning hér í Matteus 10:1. Hann kallaði til sín lærisveina sína 12, gaf þeim vald yfir óhreinum öndum, að þeir getur rekið þá út og læknað hvers kyns sjúkdóm og veikindi. Þannig að þetta var það sem hann vildi að lærisveinarnir gerðu, og hann vill ennþá að lærisveinarnir gjöri þetta í dag. Og þess vegna skiptir ekki máli, systkini, hvort við erum 2 eða 3 eða hvort það stemming eða stuð eins og fólk segir. Það sem skiptir máli að hafa kraft Guðs á meðal okkar. Það það sem að hann þráir að geta opinbera sig á meðal okkar í krafti. Matteus 14, 36, það lesa hérna. Matteus 14, 34. Þegar þeir höfðu náð, Matteus 14, 34. Þegar þeir höfðu náð yfir komu þeir að landi við Genesaret. Fólkið á þeim stað þekkti hann. Sko, orðrómurinn best út. Ef þú fer að leggja hendur yfir sjúka og lækna þá byrja fólk að þekkja þig. Þá vita allir hver þú ert. Að þetta hann Elmar úr Keflavík, hann að lækna sjúka, þannig að fólk fer að koma til hans og biðja viltu leggja hendur yfir mig. Það segir þegar þeir höfðu náð yfir fólki á þeim stað þekkti hann, sendi boð allt nágrennið og menn færðu til hans alla þá sjúkir voru. Þeir báðu hann að mega rétt snertafald klæða hans og allir sem snertu hann urðu alheilir. Amen. Þetta þessi Jesús sem við trúum á og stundum finnst mér hann vera allt of fjarlægur. Við sjáum bara lækna. Af hverju sjáum við ekki Jesú? Og við komum aðeins betur inn á það. Ég held að Guð sé stundum afbrýðisamur. Að við förum fyrst til læknisins og svo til hans. Ég ekki að segja þessi alltaf þannig, vegna þess að stundum margir í baráttu og læknar eru líka frá Guði. Það ekkert að því. En Jesús, hann þráir svo að lækna sitt fólk. Og Matteus 10, 46. Hér ein frábær saga. Það blindan, Matteus 10, held að sé blindumennina. Hvar erum við? Markus. Markus, það ekki Matteus. Þetta eru frábærar sögur hérna. Markus 10, 46. Þeir komu nú til Jerikó og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartímeus, sonur Tímeusar, blindur beiningar maður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesú frá Nasaret, tók hann að hrópa: sonur Davís, miskunna þú mér. Og sonur Davís, það þýddi það að hann trúði því að þetta væri Messías, vegna þess að Messías var sonur Davís. Sonur Davís, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði og hann hrópaði því meir. Og vitið, það svo merkilegt að þegar við förum að segja, já, við ætlum að lækna sjúka, ég man það einhver tímann að þegar ég var hérna ungur í trúnni að þá setti ég auglýsingu í blaðið og sagði beðið fyrir sjúkum. Og það var fundið að því við mig af öðrum forstöðumönnum sem voru mér eldri og reyndari að svona gerðum við ekki. En svona gerðum við samt. Og við báðum fyrir fólki og höfum gert það alla tíð síðan að Guð lækni fólk. Amen. Og ég man að þetta var svo lifandi fyrir mér þegar ég var ungur í trúnni að ég vildi helst bara leggja hendur yfir alla og lækna þá. Og ég man að ég hneykslaði einhvern tímann einhvern hérna bróðir og ég sagði: á ég að koma og biðja fyrir honum eða biðja fyrir henni? Hvað? Heldur ég sé ekki búin að því? Já, ég vildi bara reka endanhútin á þetta og fá bara lækninguna. Amen. En hér eru þessir blindu beiningamenn og það eru margir sem höstuðu en svo það að Jesús, hann hrópaði bara því meir. Og þetta að trúa á Guð. Við erum að tala að leggja hendur yfir sjúka, við erum að tala að trúa á Guð. Sko, ef þú trúir, þá heldur það áfram þó að einhver sé þér ekki sammála. Þó að einhver komi með, já, ég þarf að passa mig.
Þó að einhver segi þetta virkar ekki lengur, að þá trúir þú áfram. Það er stundum erfitt að trúa þegar ekki að gerast. En hann hélt áfram að kalla og þá sem sagt stoppar Jesús. Og ég trúi því systkini, við þurfum stundum að kalla þangað til að Jesús stoppar við. Og hann stoppar, þeir kalla á blindamannin, segja vertu hughröstur, hann kallar á þig. Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur, kom til Jesú. Jesús spurði hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Og flestir myndu segja að þetta var nú alveg augljóst, maðurinn blindur. Og hér nefnilega svolítið leksía fyrir okkur sem trúum. Að það var einn góður vinur minn í Tölsa sem hefur séð mörg kraftaverk og lækningar. Hann sagði, stundum kemur fólk fram í hjólastól þegar ég verið með svona röð og að biðja fyrir fólki og hann segir, ég spyr alltaf fólki, hvað viltu að Guð geri fyrir þig? Flestir segja, er það ekki augljóst? Nei, hann sagði, það er ekki augljóst. Sumir koma fram í hjólastól og þeirra bænarefni kemur kannski þeirra heilsu ekkert við. Þeir hafa enga trú fyrir því að Guð vilji snerta þá. Og þess vegna er gott að spurja, Jesús spurði, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Er trú til að taka á móti? Eða ertu að biðja bara fyrirbæn? Það getur komið einhver sem sagt í hjólastól og beðið að sameinast í bæn fyrir barninu sínu, maka sínu með eitthvað. Hann hefur enga trú fyrir því að læknast. Og mér fannst þetta mjög góður punktur og ég sé að Jesús, hann fattaði þetta. Er þetta ómikið að segja svona, hann hafi fattað þetta. Auðvitað vissi hann það. En við sjáum hvernig hann framgekk og hann sagði svo oft, og hér, við skulum lesa hér áfram, blindi maðurinn svaraði, Rabbúni, að ég fái sjón. Jesús sagði, far þú, trú þín hefur bjargað þér. Trú þín hefur bjargað þér. Og það er málið þegar við biðjum fyrir sjúkum að við þurfum stundum að vita, þessi sem að vill fá fyrirbæn, trúir hann því að Guð sé til? Trúir hann því að Guð vilji umbuna þeim hans leita? Er hann komin til að gera grína þér? Eða er hann komin, ég man að það voru samkomur hérna inn í Austurbæjarbíó og það var komin með lamaða mann og það var bara til og kvikmyndavélar og það var gert til að gera grín. Það var gert í vantrú til að gera grín að því sem var verið að gera. Og spurningin er, komum við í trú? Það er hérna ein ritning í viðbót, Markús 5, þar er kona og 25, Markús 5, 25, þar er kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði margt orðið að þola hjá mörgum læknum, kosta til alaugu sinni en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Og málið er það með lækna í dag að það er yndislegt að við höfum alla þessa lækna og þeir bjarga lífum okkar og allt það. En svo eru það þessi leiðinda tilfelli þar sem engin lækning fæst. Og er þá ekki gott að eiga þennan sem er allri læknisfræðilegri þekkingu. Og þessi kona fekk að upplifa það og það er svo merkilegt með þessa konu, ekki var hún dóttir Davíðs, ég veit það ekki, kannski hafði hún lesið, en það er greinilegt að eftir að hún heyrði Jesú, að þá var bara eitt sem komst að í hug hennar. Hún var eins og þessi sem er fastur í orðskvöðunum 4, hún lét ekki orðin víkja frá augum sínum og sem sagt, hún bara horfði stöðugt á þetta og hún sagði, ef ég aðeins fæ snertan, þá mun ég heil verða. Bara hugur hennar var fullur að þessu. Það komst ekkert annað að. Orðið segir, son minn gef gaum að ræðu minni, hneig eyra þitt á orðum mínum, lát þau víkja frá augum þínum því að þau eru líf. Þarna voru orðin líf fyrir hana og hún rétti sig enn lengra fram og fekk lækningu. Og það er einmitt þetta sem að þegar orðið tekur yfir, að þá kemur trúin. Og ég hef skrifað hérna, á sama hátt og hún snerti Jesú, getum við snertan í trú.
En oft það þannig af því að Jesús hann lagði hendur yfir sjúka og fólk læknaðist samstundis. Það voru líka tilfelli þar sem fólk læknaðist ekki samstundis þegar að Jesús lagði hendur yfir eða þegar að Jesús talaði orðið. Stundum varð lækning. Og við getum snert hann í trú og það vers í Rómverjabréfinu sem ég langaði að gefa ykkur og stundum tökum við þetta vers bara sem sagt á einn hátt og þetta hljómar svona Rómverjabréfið 10:9. Hvað segir það? Segir svo, nálægt þér orðið í munni þínum, í hjarta þínu. Það orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpinn verða. Ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpinn verða. Orðið hólpinn, það meira heldur en að endurfæðast eða frelsast, það þýðir líka vera læknaður, það þýðir líka að læknast. Þannig að þetta orð, ef við játum eins og konan gerði, orðið, að þá orðið nálægt og við getum talað í raun og veru í dag við líkam okkar. Við getum talað við and okkar, við getum talað við sál okkar. Og ég sagði hérna daginn, og þá var ég að tala orð í Hebreabréfinu 4. kafla og 12. versi og ég sagði orð Guðs lifandi, kröftugt, beittara hverju tvíeggju sverði, það smýgur inn í innstu fylsni, anda, sálar, liðamóta og mergjar. Og ég sagði, ég vildi að þetta væri í pilluformi og við getum bara tekið svona töflu og þetta væri Hebreabréfið 4:12, þetta hefði bara komið frá himninum og þetta væri yfirnáttúrulega tafla, svo tækjur hana og þú þér heilbrigður. Orðið byrjaði að fara bara eins og bóluefni inn í innstu fylsni, anda, sálar, liðamóta og mergjar og það myndi bara vinna sitt verk. Og þá hefðum við miklu meiri trú. Og málið að þetta þannig. Orðið lifandi og kröftugt. Þegar þú tekur orðið, talar það, þá það lifandi og kröftugt. Og spurningin hversu lengi þarftu stundum að taka lyf? Ég man að einu sinni þurfti ég að taka lyf, eða ég fór til læknis og þá hafði ég greinilega ekki þessa trú sem ég að tala í dag og var með svona kalkneglur og hann sagði, ertu tilbúin að taka slaginn? Og hvað áttu við, sagði ég, já, þú þarft að taka þetta, ég man ekki hvað hann sagði, 3 mánuði eitthvað svona, að taka sem sagt eina töflu á dag. Og viti menn, eftir 3 mánuði, þá fóru neglurnar að taka á sig heilbrigða mynd. Þannig ég tók slaginn og sumir spyrja hversu lengi þarf ég að taka þetta lyf. Sumir þurfa að taka lyf stutta stund og þá læknast þeir. Aðrir þurfa að vera á lyfjum allt sitt líf. En hvað með orð Guðs? Hversu lengi þarf ég að tala orðið til þess að ég læknist? Það bara spurning þína trú. Og það spurning hvort þú trúir því að þetta virki. Ég sagði ykkur daginn að ég átti bíl sem hét Peugeot 505 og ég tók einu sinni á honum heddið og skipt heddpakningu. Svo þegar ég setti saman aftur að þá beygði ég óvart ventil í heddinu á þess að vita það. Ég tímaði bílinn cylinder head. And I bent it a valve. Og án þess að vita það. Svo tíma ég bílinn og hann högtir. Ég fer aftur yfir tíman og ég var að velta þessu fyrir mér í 1 eða 2 dagar. Ég var alltaf að horfa á tíman að hann væri vitlaus. Af því að ég vissi það að ef bíll rétt tímaður þá gengur hann á öllum og hann gekk eins og hann væri vitlaus tímaður. Þannig ég fór aftur og aftur yfir tímareimina og allt þetta og sem sagt skoðaði bókina og þetta var allt rétt.
og ég fekk fleiri til að líta á þetta með mér og þetta var allt rétt, en ég var alveg ákveðin í því að sko þessi bíll, hann fer í lag, ég vissi að hann myndi fara í lag fyrir eða síðar. Þá bara, ég vissi það að málið myndi leysast, þess vegna hætti ég ekki. En ef ég hefði hætt, ef ég hefði gefist upp, hent bílnum, þá var hann aldrei farið í lag. Og þetta eins með okkur í sambandi við lækningu, að við byrjum að tala orðið, ægilega spennt, já, svaka opinberun, og svo byrja að tala, já, þakkaði drottin að ég er heilbrigður, þakkaði drottin að ég er heilbrigður, næsta dag, heyrðu, ég er bara ekkert betri. Og svo við reynum samt áfram, þakkaði drottin að ég er heilbrigður, þakkaði, og ég er ekkert betri. Og já, þetta kannski bara er ekki svona eins og Kitty segir. Þetta virkar ekki svona. Og svo bara hætti maður þessu, gleymir þessu, tekur bara áfram sínar pillur og hugsar, nei, Guð læknar ekki lengur í dag. En sjáðu til, ef þú hefur þetta hugafar að þú kemur bílnum í gang, þú veist að þetta er bara spurning að finna hvað er að og finna réttu leiðina. Ef við höfum þetta hugafar að Jesús, eins og einhver sagði, hann læknar alltaf, þá gefumst við ekki upp. Við höldum áfram að tala Guðs orða því að trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Og alltaf þegar einhver kemur og er að spyrja þig, hef ég ekki trú ef ég geri þetta, hef ég ekki trú ef ég geri hitt, þá getur þú bara sagt, nei, þú hefur ekki trú. Vegna þess að ef þú hefur trú, þá ertu fullviss. Þú spyrð engan. Þegar allir aðrir segja hasta á þig og segir þetta virkar ekki, þá segir þú þetta virkar víst, ég veit, þetta virkar, Jesús er trúr sínu orði og þetta virkar. Þannig að já, fólk segir, ef þú segir við einhvern að þú hefur ekki trú, það er voðalega hart að segja það, en það er bara þannig. Trúin er fullvissa og ef þú hefur trú, eins og blindi maðurinn sem Branham bað fyrir eitt sinn og hann gekk blindur úr röðinni, fyrirbænarröðinni, svo kemur hann aftur í röðina og Branham segir við hann, hvað er þetta að gera hér? Ég er búinn að leggja hendur yfir þig, þú ert heilbrigður. Er ég heilbrigður? Ég sé ekki glóru, segir hinn. Og þá segir hinn aftur við hann, fyrir benjar Jesú Krist ertu heilbrigður. Og það var eitthvað sem gerðist í þessum blinda manni, hann greip það sem Branham var að segja og hann fer út og hann var blaðasalefi mann rétt og hann fer út og segir, já, morgunblaðið fyrir hans benjar er í heilbrigður. Og fólk fór að hlæja að honum og gera grín að honum. Og svo er það einn daginn að hann fer til rakarans og hann fer í klippingu og það er búið mér minnir að það var búið að sápa hann, þá er það rakan, hann sennilega verið eins og hann Þórivinur okkar hérna og þátt að taka af honum skeggið og rakarinn byrjar að gantast við hann og segir, ég heyri að þú sért orðinn heilbrigður og hvað sérðu nú í speglinum? Og þá segir hinn enn einu sinni, já, fyrir hans benjar er ég heilbrigður og á því augnabliki kemur sjónin og hann stekkur upp úr stólnum með sápuna í andlitinu og hleypur út. Fagnandi, lofandi Guð. Þessi maður, hann hafði gripið þetta að hann var heilbrigður þó það væri ekki búið að opinberast. Og það er þetta sem er trú á Guð. Fullvissa það sem eigi er auðið að sjá. Fullvissa það sem eigi er auðið að sjá. Og hvernig öðlustum þessa trú? Jú, við höldum áfram að tala þetta orð sem er nálægt okkur. Við hættum því ekki, við höldum áfram að tala það, við látum það ekki víkja frá augum okkar og við höldum áfram að leggja hendur yfir sjúka. Og þú mátt alveg leggja hendur yfir sjálfan þig. Í hvers skipti, ég man að það var einhver sem þakkaði Guði. Ég held að það hafi verið kona hérna í þessum söfnuði, í hvers skipti sem hún tók búst, þá þakkaði hún Guði og sagði fyrir hans benjar er ég heilbrigð. Og það var við asma. Og svo kemur hún einu sinni hérna fram að það var gestapredikari og þá gerðist eitthvað. Það kvöld sá hún bless við bústi sitt. Þannig að við leggjum hendur yfir sjúka og þeir munu verða heilir.
Það eru margir í dag sem að tala að róa hugan og þeir fara með svona möntru og þeir vita ekki hvað það þýðir en þeir fara samt með þessa möntru. Og mér finnst það svolítið fyndið. Mér finnst betra og ég trúi því að það sé betra að fara með eitthvað sem þú skilur og segja, fyrir hans benjar varð ég heilbrigður, hann bar mein mín, hann bar sjúkdóma mína. Það er gott að segja og það er eitthvað sem að þú átt að gefa anda þínum. Þú átt að gefa anda þínum Guðs orð, þú átt að gefa sálu þinni Guðs orð og þú átt að gefa líkama þínum Guðs orð og sumir að tala hugleiðslu, en það skiptir máli hvað þú hugleiðir. Hugleitu þetta lífandi orð sem kraftur í. Hugleitu þetta orð sem er meðal fyrir allan líkama þinn. Hugleitu þetta orð sem fer inn í innstu fylgsni anda, sálar, liðamóta og mergjar og vel til þess fallið að dæma hugsanir og hugrenninga hjartans. Ég segi svo oft það vel til þess fallið að dæma vantrúna í hjartaðínu, því að það dæmir hugsanir og hugrenningar sem ofta á móti. Að hugleitu það og talaðu það út. Og ef við klárum þetta vers hérna í Markus sem ég byrjaði á, að þá segir að þeir munu leggja hendur yfir sjúka, og þeir munu verða heilir. Þegar nú drottinn Jesús hafði talað við þá, var hann uppnuminn til himins, settist til hægri handar Guði. Svo fóru þeir og predikuðu hvarvetna, en drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðun þeirra með táknum sem henni fylgdu. Amen. Þannig að trúum á Guð. Tökum ráð í Jesú. Jesús var að ráðleggja okkur. Trúið á Guð. Trúið á Guð. Ok, þetta... Já, ég trúi. Nei, þú trúir ekki alltaf. Ef við myndum öll trúa, þá væru hinir sjúku og hinir blindu og að læknast í miklu meira mæli á meðal okkar. Þannig við þurfum að hugleiða þessi orð, við þurfum að taka þessi orð og við þurfum að tala þetta inn í líkama okkar. Og ég segi við sjálfa mig á hverjum morgni, Kristinn, andi, sál og líkami varveitist alheill við endurkomu drottins Jesú. Og svo fer ég ákveðna staði þar sem ég held að sé hætta á sjúkdómum og segi þú ert heilbrigður fyrir, þetta er heilbrigt, bara fyrir benjar Jesú, þú ert heilbrigður fyrir benjar Jesú. Og versin eru, við skulum leggja hendur yfir sjúka, drottinn, hann í verki með okkur, trúum á Guð, gefum gaum að ræðu hans, hneigjum eyra okkar að orðum hans, látum þau ekki víkja frá augum okkar, varveitum þau innst í hjörtum okkar. Amen. Og við skulum bara biðja saman og ef að þú sem ert að hlusta eða horfa ert með sjúkdóm, að þá er gott að leggja hendina hérna og segja drottinn, ég meðtek lækningu á þessum degi. Vegna þess að lækningin, hún kemur í andanum. Það er taflan sem kemur frá himninum. Faðir, við meðtökum lækningu frá Jesú Kristi. Og við þökkum fyrir það, Faðir Guð, að þú ert græðarinn, þú berð umhyggju fyrir okkur, þú elskar okkur, Faðir Guð. Og þakka þér fyrir að þú læknaðir alla sjúka, drottinn Jesús Kristur. Við bara gefum þínu nafni alla dýrið og við meðtökum þína lækningu. Drottinn Jesús, við meðtökum þig einnig sem frelsara, við meðtökum þig sem drottinn í okkar lífi. Faðir, við viljum fylgja þér og við erum svo þakklátt fyrir nærveru þína, við erum svo þakklátt fyrir lífið í þér. Og drottinn að lokum þá biðjum við fyrir þjóðin okkar, við biðjum fyrir bæjarfélagin okkar, við biðjum drottinn þig að græða upp landið okkar og koma með þína græðandi hendur í Jesú nafni
Ó drottin, þar sem örvinglan, þar sem að drottin neyð, þakka þér fyrir að þú kemur þar inn með þínar hendur, drottin Jesús Kristur, þakka þér fyrir að þú ert læknirinn. Amen. Amen. Drottin blessi ykkur, elsku systkini. Syngja kannski einn kór að lokum. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond, and nothing I desire compares with you. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. And nothing I desire compares with you. Amen. Amen. Ég vil þakka fyrir samverun í dag og bið drottin að blessa þig og heimilið þitt og allt fólkið þitt. Í Jesú nafni. Amen.